Hin 12 ára Agnes Brynjarsdóttir sem varð helgina yngst Íslandsmeistari í meistaraflokki kvenna í borðtennis stefnir ótrauð á fleiri Íslandsmeistaratitla og útilokar ekki að reyna að slá met Guðmundar Steffensen sem vann 20 titla í röð á sínum tíma. Agnes byrjaði að æfa borðtennis fyrir 3 árum. Hún hefur heldur betur vaxið og í dag sú besta í greininni hér á landi. Hún hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari í unglingaflokki og stefnir á 3. titilinn á næstu vikum. Hún vann úrslitaleik Íslandsmeistaramótsins helgina örugglega 4-0 gegn Ingibjörgu Sigríði Árnadóttur sem hvorki meira né minna en 33 árum eldri. Eiginlega bjóst ég ekki við því að komast í úrslitaleikinn en ég ætla að reyna að vinna að minnsta kosti 2 leiki. Hvernig að vera best á Íslandi í borðtennis 12 ára? Mjög gaman. Guðmundur Steffensen var einnig undrabarn í greininni á sínum tíma en hann var aðeins 11 ára þegar hann vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil og þekkir því að eigin raun hvernig að vera svo besti svo ungur. Já, nú varst þú 11 ára þegar þú vannst þinn fyrsta Íslandsmeistaratitil. Hvaða svona ráð getur gefið Agnesi sem ung og efnileg? Það bara að halda áfram sinni æfingu og hún best í dag, þannig að það sem flott en hún vil örugglega bæta sig, hún bara 12 ára, þannig að hún nóg inni. Guðmundur vann samtals 20 Íslandsmeistaratitla í röð. Veist þú eitthvað svona hver Guðmundur Steffensen er? Já, ég hef heyrt hann áður. Nú fór hann með Íslandsmeistaratitilinn eða vann Íslandsmeistaratitilinn 20 ár í röð, fyrst þegar hann var 11 ára, stefnur á því að bæta metið hans? Já.